Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Já, sportátturinn með ykkur hérna ennþá þessu mánudagskvöldi og já, þá yfir í hestasportið aftur. Og það var náttúrulega keppt núna í 150 metra skeiði og gæðingaskeið núna helgina á Selfossi og sigurinn í 150 metra skeiðinu hann Sigurður Vigni Matthíasson annað árið í röð á létti frá Eiríksstöðum og hann komin línuna heill og sæll félagi. Sælir. Hvernig hefur það? Það bara mjög fínt sko. Já, kannski byrja að spyrja þig beint út, já hann létti frá Eiríksstöðum, hvað eru þið búin að vera lengi saman? Ég búin að vera með hann í 2,5 ára slis. Já. Og það eru svona búin að vera fyrta svolítið í 150 metra skeiði og aðeins farið út í gæðingaskeið. Það lítið fyrra og það var svona leit nokkuð vel út. Já. Og allir gerum ekki eitthvað meira því í sumar og það getur vel verið við bara fyrir maður tekur okkur meira í lengri leiðina, ég vil 250. Prófa það eins. Já. Og já, kannski hlustandir sem kannski að hlusta okkur núna í 150 metra skeiðin, þetta er það ekki bara eins og horfa á sprettlöp þannig séð, nema þú mátt ekki fara á stökkið? Jú, þetta er bara að vera nógu snöggur út á línu og með minnstu tökk niður á skeið og svo bara fara nógu rætt. En það þið fóruð á tímunum 14.88, það þið bjóstu við því að ná svona góðum tíma núna? Já, ég átti alveg vona því. Það er svaka formi og svaka þitt og ég átti alveg, það voru fína aðstæður og þetta er flott, góð braut á Selfossi og þannig ég átti alveg, það var trúið því að geta náð þessu tíma og ég vil gott betur. Ég lendi því að var lendi hægri kantinum, hægri básnum og hann hleypið allt yfir til vinstri, þannig að það tók svolítið tíma að mér. Ef ég náði að hleypa hann meira beint út, þá hefði ég náði betur tíma. Já. Þannig að hann getur þetta allt saman. En hvernig fannst þér svona meistaradeildin helgina ganga fyrir sig? Bara frábærlega. Skeiðfélagið á Selfossi, bara heiður skilið fyrir frangama frábær mót og að gera skeiðinu mikið til höfus, að halda þessar frábæra kappræður og flott tím og þeir að gera frábæra vinnustrákarinn og þetta fólk allt saman. Þannig að þeir vinna og anda vel saman allir og ná að frangama svona flottan viðburð og það er bara gaman að mæta hana í sumar og keppa og laka til. Fyrir mótið, það má segja að maður vissi ekkert við hverju maður mátti búast svona, með hestana sem koma í skeiðina. Skeiðin er alltaf svolítið óútreiknanleg. Já, það er skemmtilega við það. Þetta er náttúrulega bara startið og hleypa fram að línu og niður og svo ná örugg og góðu skeiði og það getur náttúrulega allt gert í þessu. Og þannig að það er mikið spenna í þessu og þetta er lifandi og skemmtilegt sko. Og mikið hraði. Já, og mjög áhorfandavænt. Mjög áhorfandavænt og þetta rennur flott í gegn og þetta svæði virka líka þannig að það er svo gott rennsli að fara allir bara beint aftur fyrir þannig að vera engin töf á einu. Og þetta gerir það áhorfandavænt og þetta er líka eitthvað sem allir skilja, það er bara fyrstur í mark og svo er hann uppið eða niður í skilju. Þannig að þetta er bæði sjóhansvænt og áhorfandavænt og skemmtilegt. Þið sigruðu líka í fyrra? Já. Og reyndar á aðeins betri tíma? Já, þá var öðrum ástíma líka, þá voru við í endan ágúst minnum við, enda ágúst held ég. Já, bara... Þannig að núna erum við svona að byrja sísónu og þá vorum við að enda sísónu, þannig að svona svo er þetta allt líka spurningum við erum vinda og hafa meðvindi að byrja aðeins og líka hafa ekki kalt og svona. Þannig að það sem allt er spilin í. Já. Það er nú heldur betur búið er það ekki sérstakt sem þú sem knappi hvernig veðráttan er búin að vera núna í vetur? Já, hún er búin að góð vetur til þjálfunar og
og allan að myndbettildur í fyrravetur. Ég man að fyrir alla meistardeildir í fyrra það var brjála veður, þetta er búin svona annað núna í ár. Þannig að það er líka gaman að sjá hvernig hestar, og maður líka verið að sjá núna að hestar koma undan vetri, þau koma rosalega flottir út og við komum til að sjá flotta kappræður og frábæra hesta í sumar. Já, en svo var gæðingaskeiðin einnig helgina og þar hann Konráð Valur Sveinsson sem að var svona afurðað hæstum með 8,38 og Kjarki frá Árbæði hjá leigu. Já, bara glæsilegt hjá honum. Já, og heldur betur aðalengun, hún er svakaleg. Já, hún er frábær og hann gerir þetta bara svo að drekka vatn. Þetta lá vel fyrir þeim báðum og þeir áttu bara mjög öll með þetta og þeir voru ekkert ofgeri, sko. Nei. Þetta var önun að sjá það, sko. Og það var bara gaman að fylgjast með þeim í sumar. En þá aðeins að þér sjálfum, þú ert væntanlega búin að vera viðlóðin hestamennsku mjög lengi. Já, svolítið lengi. Já, hvenær svona byrjar það hjá þér? Ég byrjaði held í fyrsta móti, ég var 7 ára og ég kepp held í 7 ára fyrst og ég hef alltaf bara verið bara velandi upp í hesthúsi með foreldrum og alveg upp úr, sko. Þannig að fór reynáski í Geldingholti hjá Rósmar og Sigfús. Já, Gnúber hérna. Og var það í sveit svo hérna mér, þannig að maður fekk svona gott uppöldi í starti. Nákvæmlega. Hvernig það er náttúrulega ýmislegt búið að breytast frá að þú byrjar, sérstaklega þá aðstæður og líka bara hvernig keppnir fara fram núna? Já, þetta er alltaf mikið breytt. Áður fyrir náttúrulega byrjaði bara fyrstu mótin, svona alvöru mótin í maí, sko, en núna byrjaði þeir bara enda í janúar. Og bara alltaf aðstæða, allar reiðhallir og annað, þetta er mikið búið að breytast. Það er einmitt núna í endan apríl, það er verið 30 ára afmæli reiðhallar Fáks. Já. Það eru stór sýning og mikið sveifla, þannig að það er búið að skeið mikið núna á þessum tíma og lengi vel var hægt að breyna reiðhöllin á landinu. Það sem við komum hestamenn og sýndum sjó og sýningar og gaman að því hvað þessi höll enda á stendst tíma á stönn en mikið uppbygging búin að vera síðan og hallir allar sveitir og bara gaman og það er líka sýnið hvað hestamennskan er orðin öflug og sterk og hvað er bara komnið góði knapar all land og bara unnan að fylgjast með því. Og fullt af efnilegum knöpum líka út land allt sem er að koma svolítið öflug inn í þessa deildir sem er í gangi núna í vetradeildunum. Algjörlega, bara óbúslega gaman að sjá bara breiddina sem eru koma upp á reynmunum og tanningafólki bara út allt, þannig að þetta er bara frábært. Þetta er uppskeran af þessum reiðhúsum og aðstöðu sem búið að byggja upp all land. Það er ekki spurning, bara þegar við sjáum með fótboltahúsinu og annað. En á föstudaginn næsta þá er lokaumferðin, það er keppt í tölti og flugskeiði. Það eru margir sem spyrja sig að flugskeiðið, hvernig það fer fram? Það fer fram bara þannig að það er keppt í gegnum húsið og það er bara spurningum að vera komin á sem mest að hraða fyrir utan og inn og í gegn. Það er maður er verið komin upp á helst fulla ferli ef maður kemur inn hurðina. Já. Og ná að bæti í alveg allan tíman. Það er svona trekki í þessu. Já, þannig að menn þurfa að undirbúa hestinn vel svona í höllinni. Já, og svo náttúrulega, við höfum náttúrulega verið á Ingólfsskóli undanfarin ár og það er náttúrulega frábær adrennan utan og inn. Við verðum í miklu erfiðri aðstöðu núna, það verður miklu styttir kafli þarna inn í húsið. Allan eins og verðist í dag, þannig að kannski er þetta laga, ég vona það, en það verður gaman að fylgjast með og sjá hvernig þetta kemur út núna. Hefurðu fylgst eitthvað með öðrum deildum í þennan viturinn? Já, maður fylgist með þessu öllu saman. Það er bara hörku vinna að fylgjast með þessu. Það er sveitir deildir alla daga nánast, en það er líka bara að sýna sig hvað þetta er mikil spenna og breytti í þessu öllu saman og áhugi, gríðarlegur áhugi. Þannig að, maður reyna að fylgjast með þessu öllu saman, sjálfsögum. Og hvaða hefurðu hort mest á núna? Ég held að fylgst mikið með áhugamandöðinni. Já. Og virkilega gaman að fylgjast með því. Já.
og svo ég aðeins fylgst með úlingadeildinni og svo svona deildin aðeins fyrir norðan og svo uppsöðudeildinni, maður svona reyna að fylgjast með þessu öll saman. Já, áhugamannadeildin, það náttúrulega, þetta ekki bara annað árið hjá þeim núna? Ég held að þetta sé, annað þriðja ári. Og hvernig fannst þér þetta að fara fram núna? Þetta var náttúrulega, þessu var bara ljúka eða ekki núna? Jó, þetta er greinlega alveg, maður sér alveg gríðarlega, þetta styrkist ár fyrir árs og hvað fólk er að efla sig og sækja sér bæði betri hestakost og reykkennslu og undirbúning. Það er bara ofsalega gaman að sjá hvað er gríðarlega þróun þarna, sko. Og það verður gaman líka að fylgjast núna með úlingadeildinni. Það var fyrsta ári hennar núna í ár og það verður gaman að sjá fylgjast með þessu öll saman, sko. Það var svo skemmtileg nýjungur með þessi úlingadeild. Já, ég held að það sé algjör innspilning núna inn í geran. Ég held að það verður mjög gaman að sjá hvernig hún á þetta þróast. Og það upp á hvað aldri er það fyrir þá sem vita kannski ekki neitt? Ég er náttúrulega ekki alveg nákvæmlega, það er ekki alveg upp í sko ungmenna aldurinn. Ég held að sé upp í 17 ára, ég held að sé 13 til 17 ára, ég held að sé eitthvað, en ég þóri ekki alveg að fara með það hvernig það uppstilt. Það er aðeins öðruvísi heldur en í öðrum keppnum, sko. Svona í lokin, Sigurður Vignir, hvaða mun þú mæta til leiks núna á föstudaginn? Herri, ég reikna með að mæta með létti sjálfsögðu í skeiðið. Já. Og svo erum við svona að fara yfir stöðuna með töltið, það er æfinga morgun. Þá verður tekin ákvörðun? Já, það verður svona tekin loka ákvörðun, já. Ég reikna með. Sigurður Vignir Matthíasson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju með sigurinn. Herri, takk fyrir. Og það var í fyrra, þá varst þú léttir það ekki í öðru sæti og Bjarni í fyrsta í flugskeiðinu. Jú. Þannig að það verður alveg keppni. Þetta verður mjög spennandi. Ég er okkur laka til núna. Það er mikið spennandi framöndan. Já, bestu þakkir. Herri, takk sem leysast. Já, bless. Já, keppnin náttúrulega á föstudaginn, lokaumferðin í meistaradeildinni í hestaíþróttum. Þetta er alveg hrikalega jafnt og já, ég gleymdi náttúrulega að spyrja hann hverju hann spáir sigri, en það eru þó nokkri sem er að keppa það að vera sigurvegari í einstaklingskeppninni. Jakob S. Sigurðsson leiðir með 33,5 stig, Elín Horst í öðru með 30, Árni Björn Pálsson í þriðja sæti með 29, Bergur Jónsson í fjórða með 28, Teitur Árnason í fimmta með 25, svo kemur Guðmundur F. Björgunsson með 23,5, Konráð Valur Sveinsson með 19, Sigurður sem við vorum að tala við með 18,5 stig, Hinrik Bragason með 18, Hulda Gústafsdóttir með 13, Freyja Amble með Gísladóttir með 12 og Guðmann Þór Pétursson með 10,5, Silvía Sigurbjörnsdóttir með 10 og svo kemur mikið rull alveg með 9, alveg niður í 1 stig. Og topprættir leiða keppnina með 329,5 stig, Hestvit Árbakki Svarthöfði í öðru seti með 270,5, Gangmillan í þriðja seti með 269, Auðholt Sjálega með 200,5 stig, Heimahægi með 193 stig, Lísi Ottóll Þjóðarsæði með 176 stig, Ganghestar Margrétarhof með 175,5 stig og Hrynja Export hestar með 161 stig. Svo er einnig á miðvikudaginn, það er lokaumferðin í KS-deildinni sem fer fram á Sauðárkróki á miðvikudaginn næsta og það hefst klukkan 7. Og ef við förum yfir helstu úrslit, svona efstu tölur úr meistaradeildinni núna, það var í 150 metra skeiði, það var hann Sigurður Vignir Matthíasson sigraði það og létti frá Eiríksstöðum með tíman 4,88, svo var það Teitur Árnason og Ör frá Eyri í öðru sæti með 14,91, Davíð Jónsson á Yrpur frá Borgarnesi í þriðja sæti með 15,16 og svo var það Konráð Valur Sveinsson á Kjarki frá Árbæði hjálegu 2 með tímanum 15,17 og Hinrik Bragason í 5. sæti og Jóhannes Kjarval frá Hala í liði Hestvit Árbakka Svarthöfða með tíman 15,20 og Sigursteinn Sumarleðarsson í 7. sæti á Bínu frá Vassholti í liði Heimahaga með tíman 15,29. Þetta er alveg hrikalega jafnt í öllum tölum hér svona með efstu, en já, við förum næst í Íslandsglímuna sem fór fram helgina, farið ekki langt. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.